Áframhaldandi umfjöllun læknadóp og nöturlegan heim ungra sprautufíkla. Það tók tálbeitu Kastljóssins aðeins nokkrar mínútur að verða sér út læknadóp á götunni, Ritalin spjald með 10 töflum sem kostaði 7.000 krónur. Lyf sem ávísað af íslenskum læknum eru þannig seld á margföldu verði á götunni og íslenskir skattgreiðendur niðurgreiða lyfin sem á götunni eru læknadóp. Fíklar verða svo fastir áskrifendur og dópsalar græða háar fjárhæðir. Það rétt að vara fólk við myndskeiðum í þessari umfjöllun en Jóhannes K. Kristjánsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. 19 ára stúlka, sprautufíkill smituð að HIV og lifrarbólgu C nývöknuð. Á morgnana sprautar hún sig með morfíni. Við verðum kalla kaupið. Og þegar hann eitthvað senast nokkur senast þetta í mánuðinu að það var ekki pening. Hérna líður svona alltaf á morgnana þegar þú vaknar það? Já. Og hvernig lýstu því fyrir þetta? Það ógeðslega kalt. Maður bara herpist allt inn í maganum. Og mér líður bara illa. Hvað þetta mikið? 50 milligram. Ég tók hérna mikið í gær. Færðu sprautu áður en borða morgunmati? Ég hef ekki listinni búin að sprauta mig. Það ekki? Nei. Fangar rosa lítið að ég er búin að sprauta mig. Ég fikk ekki illa sprauta, mér var alltaf erfitt að sprauta saman þegar maður getur gengið hálft illa hjá mér því ég bara er svolítið litla þegar maður vaknar. Já, það? Þú veist bara því. Hvað kostar þessi tafla? Þetta er 100 milligram sem keypti í gær og 4.000 keypti hann bara í tvennt. Sem sagt, stúlkan kaupir eina töflu af 100 milligrama kontalgíni á 4.000 krónur á götunni. Læknadópsalarnir græða mikið á fíklónum. Já þá. Já. Já. Hæ, þetta Velst mér að tala við þig? Já. Áttu nokkuð eitthvað Já, hvað er það pæli? Ég var bara að pæli, þú veist, eftir með venjulegt eða svona. Nei, venjulegt. Venjulegt, ok. Má ég fá eitt spjald? Já, já. Ertu á... Já. Ok. Ég er bara ekki heima, ég ringi bara í kallinn minn og læt hann hafa klárt fyrir þér. Ok, þannig að það verður heima. Er þetta bara tilbúið eftir 10 eða? 10 mínútur? Já. Já, já. Ok. Ok. Takk. Já. Það tók tálbeitu Kastljós aðeins nokkrar mínútur að útvega sér eitt spjald af 10 milligrama Ritalin töflum. Konan sem tálbeitan hringdi í er þekkt í heimi fíklana. Hún hefur nokkuð skeið selt læknadóp af ýmsum gerðum. Hér fer tálbeita Kastljósins inn í íbúð konunnar til að kaupa Ritalinið. Það skal tekið fram að stúlkan er eldri en 18 ára gömul, en útliti hennar var breytt þannig að hún gæti vel litið út fyrir að vera 16 eða 17 ára gömul. Hæ. Hæ. Kaupa eitt spjald. Eitt sjö. Hæ. Þessu. Hvað er það? Já. Hvað? Já. Já. Já, sjá, nei, ég er að koma fyrir mig, ég er að... Brá, það er ekki. Hæ, hæ. Ok. Já. Já. Ok. Takk fyrir það. Takk. Já, ég missi mér núna. Takk fyrir. Ok, góða helgi. Hvað sér? Ok. Ok. Takk. Bye bye. Hér er annað símtal, nokkrum dögum síðar,
til sömu konu. Hæ, það hitt daginn. Já. Ég ætla að það áttu R1. Núna. Áttu Já, það já. Það er bara vennilegt. Já. Ok, en áttu konta? Nei. Ok, en ég til að fá R1 vennilegt. Já, það hefur við. Ertu heima eða? Ég tekið þurr að ringja þér. Ok, ég ger það. Það grátt að vita. Ég ger það. Ok. Ég syngja að þið kem. Ég ringt að þér. Ok, takk. Ritalin spjaldið með 10 töflum kostaði 7.000 krónur. Í hverjum Ritalin pakka eru 3 spjöld. Úr apóteki kostar pakkin 2.500 krónur. Hagnaður konunnar af þessum eina pakka nemur því tæpum 19.000 krónum. Eins og sést af dæminu hér að framan er hagnaður af sölu læknadóps mikill. Sölumennirnir eru margir og eftirspurnin einnig. Læknadópinu er ávísað til fólks af íslenskum læknum og þaðan ratar dópið í undirheima Reykjavíkur. Í langflestum tilfellum eru lyfin niðurgreidd af ríkinu. Það er því almenningur sem er að niðurgreiða læknadópið sem gengur kaupum og sölum á götunni. Að auki veita apótek mismunandi afslætti að lyfjunum. Og það er enga smá upphæði sem ríki niðurgreiðir. Í þeim dæmum hér að aftan er heildarverð sjúklings á öllum lyfjunum að hámarki 6.200 krónur og aðeins 1.700 krónur sé einstaklingurinn öryrki og sjúkratryggður á Íslandi. Við skulum taka nokkur dæmi. Fentanyl er morfínplástur, algengt verkjalyf hjá langtleitum krabbameinssjúklingum og talið mjög gott sé það rétt notað. Virknitími plástursins er 72 klukkutímar, en hjá sprautufíklum á götunni er hann hættulegur og er talið að fjölda dauðsfalla í hópi morfínfíkla sé hægt að rekja til plástursins. Hagnaðarvonin rekur læknadópsalan áfram. Pakki með 5 plástrum kostar rúma 16.000 krónur út úr apóteki. Hagnaðurinn af sölu sterkustu plástrana er því rúmar 80.000 krónur og þá er niðurgreiðsla ríkisins ekki tekin með. Kontalgín er einnig morfínlyf og sé það rétt notað, talið gott verkjalyf. 90 stykki af 200 mg kontalgíntöflum kosta, á niðurgreiðslu ríkisins, rúmar 37.000 krónur úr apótekinu. Á götunni er hver tafla selda 1.000 krónur. Hagnaðurinn af sölu þessara 90 taflna er því rúmar 682.000 krónur. Hagnaðurinn af sölu á einum pakka af 40 mg Ritalin-hylkjum er einnig mikill. Rúmar 60.000 krónur með við fullt verð úr apóteki. Hver tafla af þessari tegund Ritalins er seld á götunni á 2.500 krónur. Það er því eftir miklu að slægjast á þessu markaði og þeir sem selja læknadópið fá trygga kaupendur því fíknin hjá sprautufíklunum er mikil. Segja má að fíklarnir fari í áskrift. Kastljós veit dæmi þess að foreldrar sem fá ávísuðu Ritalini fyrir börn sín selji það á götunni. Þau reyna að koma sér upp föstum hópi tryggra kaupenda og vilji með því ekki verða þekkt í læknadópheiminum. Símtöl tálbeitu Kastljós til þekktra sölumanna læknadóps á götunni sína, svo ekki verður vilst, að það er nóg af sölumennum sem nýta sér neyð fíklana og græða því háar upphæðir. Stundum eiga þeir ekkert læknadóp. Hæ. Já. Vinn minn bent á það. Átt þú eitthvað? Hver var það? Ég vil ekki segja hvað það er. Nó? Nei, ég er bara tómar, ég er ekki verið með neitt marga dagar. Ok. Já. Veistu eitthvað? Nei. Nei. Nei, svo líka það. Ok. Já. Hæ. Ertu nokkuð með eitthvað R eða konta? Nei, ég er ekki með konta. Ertu með R? Hvað er svo nummer eða? Hæ? Hvað er þetta nummer? Ég fekk bara að vinna mínum. Já, það er ekki með neitt. Ekki með neitt?